Gróðrarstöðin Sólskor, hvenær var hún stofnuð? Ég og maðurinn minn, ég sem heiti Katrín Ásgrímsdóttir og maðurinn minn Gísli Guðmundsson, við fluttum austur á Fljótsdalshérað 1988 og stofnuðum þá Sólskóga. Við í rauninni byrjuðum starfsemina 1989 austur á héraði. Ok, og það er nú, héraðið er náttúrulega þekkt fyrir mikla skógrækt líka. Af hverju komið þið svo yfir til Akureyrar? Já sko, við vorum þarna, byrjuðum á Hallormsstað, ég hafði unnið á Hallormsstað og þegar við fluttum þá fór ég strax að vinna þar við skógaplöntur og var að vinna þar í 8 ár meðan að Gísli var með garðplöntustöðina. Þá vorum við bara í runnum og einhverju þannig. En svo kemur það til að skógræktinni var eiginlega bannað að rækta skógaplöntur og ég hætti þar 1997 held ég að verið. Og þá fór ég bara að starfa í okkar gróðrarstöð og síðan byrjuðum við 2003 að framleiða skógaplöntur. Þá gátum við boðið í, fengum að koma af stað í útboðum. Það var ekki fyrr en þá. Og síðan var það 2007 eða 2006, þá varð gróðrarstöðin hér gjaldþrota. Þessi náttúrulega gróðrarstöð byggir á mjög gömlu merg því að hér var stofnuð gróðrarstöð 1947 á Skógræktarfélaginu. En það sem sagt var þannig að við keyptum þrotabúið, þannig að við tökum hér við í janúar 2007. Já, ok. En við rákum stöðuna fyrir austar samt alveg með til 2015. Já, ok. Vorum á 2 stöðum þannig mörg ár. Það er ekkert einu flókið? Jú, svo það var náttúrulega þessna sem við hættum 2015. Það var svona, við vorum bara ekki að sinna sér nógu vel fyrir austan og nógu að gera hér. Já. Og þið það var náttúrulega eitthvað fyrir, en þið eru svo búin að stækka þetta ekki helling? Jú, við byggðum þegar við komum hingað þá var náttúrulega, þurfti rosalega tiltekt, þetta var búið að vera gjaldþrota í smá tíma og mikið illgresi og mikið, þannig að við umsnérum mörgu og byggðum þá annað stóra húsið, 2007. Ok. Já, þú talar gjaldþrot og gjaldþrot, þetta er ekkert auðveldur business? Nei, þessi business er erfiður og svo náttúrulega við byggjum þetta hús og höldum áfram í skógaplöntuuppveldinu 2007 en svo verður hrunið 2008 og það var ofboðslegt högg fyrir skógræktarlandinu því að ríkið skar niður mjög mikið í skógrækt. Er mikið af ykkar tekjum sem koma frá ríkinu? Já, ég myndi segja það ríkið hefur náttúrulega verið aðal kaupandi skógaplantna frá upphafi. En það er aðeins að breytast núna. Við erum að fá inn einkaaðila sem eru að fara í kolefnisskógrækt. Og það er svona fyrst núna sem maður er virkilega að sjá það. En hvað er þetta að framleiða mikið af skógaplöntum? Smaka magnina með? Já, á þessu ári erum við að framleiða svona 5 milljónir. 5 milljónir? Já. Það er mikið. Og við erum að stefna síðan áfram upp á næstu árum. Við eigum eftir svona að sjá, við náttúrulega vorum bara í voru að taka nýja tækni í notkun og þetta er svona dálítið tilraunarár með það, hvernig gengur og hvað þarf og allt það Þannig að veturinn verður svona notað til að plana framhaldið. Já, ég hef mitt kíkt og við ætlum að kíkja þess á það eftir. Þetta er svolítið einstakt ekki á Íslandi, svona róbóta, þetta hlýtur væntanlega að auka framleiðni ekki eða hvað? Það gefur okkur alls konar tækifæri. Fyrst og fremst til að nýta betur plássið í gróðurhúsunum. Við getum framleitt meiri gegnum gróðurhúsin, bæði vegna þess að við getum sáð í svona bakka með litlum sem tekur ekki mikið pláss. Við getum komið 4 milljónum í húsið í þessu. 1,5 í 67 gattabökkunum en 800.000 í 40 gattabökkunum. Þannig að þið sjáuð alveg tækifærin. Svo fyrir utan það að með þessari tækni erum við með plöntu í hverju einustu gati. En ef við sáum beint í eins og við höfum alltaf gert, þá er það náttúrulega bara eftir hvað við höfum gott fræ. Og þá er rosalega vinna í að flokka og hafa þetta gott. En við erum til dæmis að afhenda birki úti núna sem við eru fyrstu plönturnar sem við afhendum úr róbótnum. Og það er 95–100% í bökkunum. Þannig að það er náttúrulega algjör bylting. Þið eru síðan líka með einhverja
blómásölu? Það eitthvað sér eða hvernig það? Það allavega Já, það er svolítið sér á svæði, en við erum bara, það er bara hluti af okkar starfsemi. Og það er náttúrulega var grunnur, en við byrjuðum í því, sko, og við höfum haldið því. Og við teljum mikilvægt að halda því gangandi bara út af þjónustunni við nærumhverfið. Við erum að þjónusta, auðvitað eru fleiri litlar stöðvar, en við erum svona með mesta úrvalið og getum þjónað á stærri grundvelli. Þannig að við höfum haldið því gangandi líka, sko. Við framleiðum það mest sjálf. Auðvitað er eitthvað aðeins keypt inn, en við erum að reyna að minnka það eins og við getum. En hvaða tegundir eru þið að sá í bakka af trjám? 4 tegundir. Það er birki, lerki, stafafura og greni. Sitkagren og sitkabastarur. Og svo erum við aðeins að stinga ösp og víði. Eru þið þá ekkert að rækta ekkert annað? Er það bara þetta sem við erum með og það er ekkert verið að flækja máli? Nei, við vorum náttúrulega hérna í öllu, framleiðum svona elfi og hinsegin elfi og svona reynum við og allt þetta, sko. En það er bara, maður verður eiginlega annarkvæmt að velja magnið eða tegundafjöldan. Það tekur svo mikla orku að vera í þessu litla líka. Við erum svona að reyna að koma okkur meira út úr því, en við höfum samt haldið því áfram því að það vantar inn á markaðinn margt líka. Við erum mætt hérna fyrir utan skemmuna þar sem að róbótar eru farnir að vinna bara verkið og ég ætla að fá Katrínu til að segja mér svona örstutt frá því hvernig þetta ferli er. Já, við erum í raun að umbylta allri framleiðslu línun okkar. Við höfum hingað til bara náttúrulega sáð beint í bakkann sem við afhendum í og það er náttúrulega þannig að þegar maður sáir að það spýra ekki út fræin og það vantar alltaf í bakkana 20% er algengt og í birkinu oft upp í 30%. Þannig að við erum oft, það er mikil vinna þá að fara í gegnum þetta og flokka þetta og allt það. En núna sem sagt erum við að sá í örlítil hólf, bara helst snemma á árinu. Og við látum það vaksa eftir tegundum í 6-12 vikur, það er misjafnt það að þarf langan tíma. Og þá erum við semst komin með þetta tæki sem að tekur plönturnar úr litlu bakkunum og setur í bakkana sem af. Og þar vaksa plönturnar síðan og ræta sig og allt það. Þetta prósessin tekur aðeins lengri tíma í ræktun, en við eigum að geta skipulagt okkur betur og spara miklu vinnu í flokkun og vonandi líka fá jafnari ræktun. Þannig að það er spennandi að sjá hvað verður úr þessu. Sá róbótinn, hann tekur úr litlu bökkunum og getur hann lesið þá bara þau hól sem er enga plöntur í sem að... Já, hann er myndavélastýrður. Þannig hann sér bæði hvar eru plöntur í litlu bökkunum og líka hvar vantar í hinna bakkanum. Og við erum að umplanta svona á bilinu 10.000–14.000 á klukkutíma. Það er snöggt. Það er ákveðið smart. Þannig að við erum að geta gert auðvitað 100.000 á dag. En ef maður ætlar að framleiða margar milljónir, þá samt er þetta bara að gerast í svona tíma. Íslenska sumarið er stutt og þannig að það verður að koma í ljós hvernig þetta gengur allt. Svo er náttúrulega, kannski klárum þetta, svo eru þau náttúrulega með sölu hérna ekki og hún er bara hérna með við og það er hún opin lengi svona á ári. Er þetta bara sumarið? Já, bara sumarið. Við erum ekki blómabúð, sko. Við erum bara að selja meðan að við opnum hérna oft miðjan maí og svo erum við að selja svona fram eftir hausti. Það er bara stuttur opnunartími núna en við erum í sjálfsögðu opin alveg fram í
október þess vegna sko. Bara svona, en við erum aðalega bara að selja okkar plöntu, við erum ekkert að kaupa inn erikur eða neitt svoleiðis, við erum bara, þannig að og líka eins og vorinn að við erum ekkert að opna ekstra snemma því það er náttúrulega bara svo opast að vinna í kringum skógaplöntunar og það, að við erum svona, verðum að passa okkur aðeins. Herru, ég held að þetta er bara frábært og takk fyrir að taka á móti mér og Já, bara gangi ykkur vel. Takk.